Segðu mér aðeins svona frá þér persónulega, hvernig lífsreynsla það eða upplifun þegar að þú lendir í því að fréttir af því að maðurinn hafi verið handtekinn, hvernig var sá dagur, hvernig gerist þetta og hvernig reyndist það þér? Það var erfiður dagur. Það var rosa lögreglan var náttúrulega bara allt í einu mætt heim til mín og ég á nú svolítið skemmtilega vinkonu sem algjör nagli og það kemst enginn með tærnar þar sem hún með hælana og ég hélt að hún hefði verið búin að gera eitthvað af sér þegar löggan kom. Já. Og hvernig kom lögreglan? Voru þetta sérsveitin? Nei, þið gerðu það nú reyndar ekki. Það kom yndislegur lögreglumaður og svo var lögreglukona og ég ber henni ekki söguna eins vel og honum. Og þá koma 2 lögreglumenn og annar þeirra sem ég til bara vera veikan mann og ætla ekki að nefna nafni, það er bara mjög veikur og öskrar þarna á mig og tanntekinn inn, á N1 og ég bara siti í bílnum bara og segi, þú ert ekki að fara að handtaka mig hérna. Hvað olli þessari uppákomu? Og hann alveg öskraði, þannig svo stungin grís með þvílíklæti og síðan í símanum og ég held að það hafi verið sá sem stjórnaði þessari aðgerð, hafi bara sagt honum að ég mætti keyra, af því ég fekk síðan að keyra bara og þannig vinir mínir búin að hringja og spyrja af því þá var það komið í blöðin af því að hann út af bílnum og ég sagði bara af hverju þetta handtaka mig þú veist og þá öskra hann á mig kottu með síman og ég vissi ekkert hvað hann var að tala og svo hann greinilega bara skammaður og settur á raskatið og sagt honum að ég megi keyra upp í hesthús og þar var hann bara að brjóta mig niður þessi lögreglumaður og segja að ég vissi þetta allt og að því að ég átti bar og hann kom stundum á barinn til mín að drekka þar. Lögreglumaðurinn? Já, og sagði að ég hefði reynt að eitra fyrir þeim og að því ég gaf þeim snafs einhvern tímann og þá var ég nú ekki kærasta Gústa og hann bara braut mig alveg niður þessi maður og ég var alveg traumatæstuð eftir hann bara mjög lengi. Og hann fer í gæsluvarðhaldið á einangrun væntanlega eins og oft í þessum málum. Já. Og hvenær færið þú fyrst að tala við manniðinn? Það líði alveg marga vikur. Aha. Og það bara, sú sorg bara alveg svo þegar deyr. Já, það lítur á rosalega erfitt. Já, þá bara banna þetta. Þessa meðferð? Já. Hvernig leiðir þennan tíma? Sýnst hann bara sjást á mér. Þetta bara svakalegt áfall. Já. Sem kom rosa lítla fram við mig. Þetta bara fyrir mér mikið mennsku brjálæðis maður ykkur með ótrúlega valdníðslu og hann og einn annar voru ótrúlega vondir við mig en allir hinir sem hafa nú kannski verið 10 manns eða eitthvað sem voru í kringum mig voru yndislegir og bara reyndu allt sem þeir gátu til að vera blíðir og góðir og þannig að meiri hluti lögreglumanna eru yndislegir. Sko, ég ætla að taka það fram að Páll Vinkil hefur reynst mér rosa vel og hann hefur svarað eiginlega bara nánast öllum símtölum mínum og bara og þú veist og ég finn fyrir raunverulegri samkennd frá honum það hefur allan tíman verið en það alltaf talað peningaleysi en svo þegar upp staðið þá ræður Páll Vinkil engu hann ræður engu það dómsmálaráðuneytið þannig að ég myndi þá miklu frekar vilja að Guðrún sko ég náttúrulega sakna Jóns mjög mikið Jón var bara dásamlegur við mig og bara hann svaraði mér og hringdi í mig og fann fyrir bara ótrúlega hlýjum straumum. Og þekktur hann eitthvað áður? Nei, ég bara hringdi í hann. Bara í tengslum við þetta mál? Já, bara í tengslum við þetta mál og hann bara reyndist mér og ég ennþá daginn í dag hef sendt honum skilaboð og mér þykir alltaf jafnvænt þegar hann svarar mér og svona.
en Guðrún þarf að mínum að gera betur og það þarf, þú veist, þeir ætluðu að koma á stað einhverju sem nú rétt að fara á stað núna, held ég, að breyta lögum og reglum og gera það beturinn og það bara eins og þessi allt púður fari bara í annað, fari í útlendingamálin og fari í einhvern veginn. Það er ekkert verið að hugsa fangana. En ef þú fengir að biðja Guðrúnu Hafsteinsdóttur dómsmálaráðherra 2 óskir, hvað myndir þú biðja hann Ég myndi bara biðja hann að breyta lögum og breyta því að allir fangar fái fjölskylduleyfi, hvort sem þessu í 1 ár eða 10 ár. Náttúrulega, ég myndi byrja á því. Og hvað felst í fjölskylduleyfi? Er það helgi eða? Ég held að fjölskylduleyfi séu 2 nætur eða 1 nótt. Já. Svo eru dagsleyfi, það er bara frá morgun, bara frá 8 til 11. Og bara, ég myndi bara að það væri mín heitasta ósk að allir fangar. Það myndi breyta miklu fyrir ykkar fjölskyldu. Bara allan daginn. Mér, þekki náttúrulega Jón ekkert persónulega. En fyrir mér er bara Jón með hjarta úr gulli. Bara, og ég fann svona, og mér finnst svona, þú veist, mér fannst hann vera bara svo viljugur að gera beturinn og gera fangelsi að beturinn og hann er náttúrulega líka, hann sundi með að var Brynja Níelsson sem finnst náttúrulega, og hann hefur held ég talað óbyrskap, hún finnst náttúrulega þessi dómar náttúrulega algjört trugl. Það er náttúrulega bara út í hróa öll. Svo kannski hjálpar það manni mest að þetta er ekki leyndamál í mínu lífi. Það er bara ekkert leyndamál að ég manni fangelsi og það held ég sé málið er að auðvitað upplifið í rosa skömm og gerir það alveg ennþá daginn í dag. Þú veist, en leyndamál skal þetta aldrei verða vegna þess að og til dæmis ég vil meina það að börni mín hafa ekki orðið fyrir miklu aðkasti og einelti út af því að það er ekki hægt að stríða að því þetta er ekki leyndamál. Það er kannski hjá mörgum öðrum fjölskyldum sem að þetta er bara leyndamál og það nagar fólk að innan og gerir hlutina enn verri. Og gerir það bara miklu, miklu verri og það gerir það miklu verri og svo eru bara því miður foreldrar ljótir og segja börnunum sínum og börnin komi í skólan og stríða. En í mínu tilfelli hefur það ekki verið.